Jæja, áheyrendur góðir, þá er seinni hálfleikurinn að hefjast hér á Leiknisvelli. Kormákur byrjar með boltann og spila núna ská á móti ljúfum vindi. Hér eru síðustu KP-mennir að skila sig inn á völlinn. Og dómarinn tékkar á því sem dómarinn á að tékka á. Og hér eru að byrja, dómarinn flautar til seinni hálfleiks. Heiðar gefur aftur á Hámund og þeir leita í smíði KP-manna, spila bara í öftustu víglínu. Farið sér einn góðslega, nú er Heimir með boltan alveg aftast, en hann er svona meira fyrir á þömpunum og hérna kemur einn langur, ratar ekki yfir aftasta miðjumann KP-manna, þannig að þeir ná valdi á boltanum og senda bara tilbaka, koma hérna upp hægra megin núna. Og hérna kemur stungusending inn fyrir, Heimir nær þessum bolta, vel gert hjá honum, nær hreinsa hann á miðjuna, þar er enginn Kormáksmaður. Þannig að KB nær að byggja upp aðra sókn. Fá boltan hérna vinstra megin og Kormáksmenn gera góðan aðsúg að þeim. Hérna er Heiðar með boltan á miðjunu og hann er hreinlega hakkaður niður og dómarinn er ekki lengi að ná í gula spjaldið. Þarna var leikmaður KB eitthvað með hugann í klefanum ennþá og tók Heiðar bara niður. Aukaspyrna sem Kormákur á miðjum vellinum. Heiðar er svona að klastra sér saman, hann heldur júi áfram, hann var klipptur niður alveg grimmilega. Það er Hlynur Rikk sem að tekur aukaspyrnuna eins og aðrar, síðustu tvær hafa ekki verið nógu góðar, nú er vonandi að hann nái að lyfta boltanum ögn betur og gleðifréttir til áhorfenda eru þær að trommusveit KB er að skila sér heim, komið fram yfir útivistartíma. Hér kemur boltinn inn í teiginn hjá KB en Kormákur ná ekki að gera sér mat úr þessu og KB hirða boltan á miðjum vellinum. En vel gert þarna, vel gert hjá Reimari, hann hleypur eins og elding á eftir þeirra manni og þeir ná að stoppa þetta. En hér komaður upp hægra megin, hérna er stórhættuleg sókn hjá KB í gangi, þeir eru komin alveg upp á hotfána. Heimir stoppar hann, boltinn er ekki út af, þannig að næra klastra fram með hann, vel gert þarna Heimir, næra hreinsa hann frá, ekki nógu langt, þannig komaður upp hægra megin aftur og Heimir næra hreinsa frá. Þarna var smá darradans inn á, Kormákur vildi fá hotn þarna, með fyrirgefið innkast, en ekki varð úr því. KB á innkastið vinstra megin. KB koma, Reimar nær að stoppa hann, þannig þetta var jú sennilega aukaspyrna, hann náði að stoppa hann, þannig að hann Reimar með að standa bara fyrir honum. En KB eiga þá aukaspyrnu svona 8 til 10 metra fyrir utan vítateig Kormáks. Símon pantar menn í vegginn. KB eiga aukaspyrnuna. Sjáum hvað verður úr þessu. Hörður skipuleggur sína menn. Dómarinn er tilbúinn, KB er tilbúnir og það er örfættur leikmaður sem spyrnir að markið. Þetta er góð spyrna en rétt yfir markið. Þessi hefði með smá niður sveigju geta endað inn í markinu. En sem betur fyrir okkur þá gerði hann það ekki. Hörður býr sig undir að taka útsparkið. Hörður með 4 skref og innan fótar bolta. Þessi var ekki alveg nógu mikill kraftur í þessu. Hámundur nær samt boltanum, tekur hann niður á miðjunni, leikur fram í einum, gefur hann út á Ísak. Og Ísak, nei, hann tapar boltanum á miðjunni, þarna hefði hann alla möguleika í heiminum, gat sent hann til hægri eða vinstri, en ákvað að leika inn á miðjuna og það var ekki nógu gott. Þarna verið Kormáksmenn frá rangstöðu, KB er konur alveg upp á endamörkum, en Símon grípur vel inn í, vel gert hjá Símoni. Hlynur hreinsa boltan fram, þetta var óvarleg sending. Kormákur tapar boltanum eina ferðina en á hættulegu stað, hérna kemur sending inn fyrir en Heimir er vel á verði og vísar boltanum út af. Útspark Kormákur, þá kemur Hörður á vettvang. Hörður tekur útsparkið. 5 mínútur liðnar að seinni hálfleik, KB 0, Kormákur 0. Útsparkið frá Hödda, ratar á kollin á KB-manni, ekki í fyrsta skipti í leiknum. Höddi tekur núna, vel gert þarna, Heimir náði að stíga fyrir sóknarmann KB sem kom aðvígandi og Höddi hreinsaði fram.
Kormákur tekur boltan niður á miðjunni, Atli í Daradansi en missi boltan, Reimar reynir að stíga mann út, tekst ekki. KB inn á boltanum með fína sendingu en Hlynur vel á verði, vinstra megin. Og þarna fór hann aftan í Hlyn en þetta var ekki nógu mikið til að dæma nokkuð skapað hlut á það. Hann vildi þarna fá leikmanninn ofar sem ekki varð. Og þess að Hlynur gangi ekki alveg heilt í skóar, hann að tapa nokkur návinn, komur nú ofalega núna og skilur sig ekki tilbaka. Nú kemur KB upp á Heimi og þeir eru konur í vítategin en það léleg sending og þarna virkilega vel gert hjá Atla, hann náði að stíga fyrir skotið og KB endar með skotið sem fer yfir girðinguna sem eru bak á markið. Hörður galar hér á sína menn, ekki sáttur, ekki veit ég við hvernig hann var svona ósáttur. En það fylgir þá oft ekki sögunni á herði en hérna kemur útsparkið, hann má nú garga sjálfan sig og hann ætla að halda áfram að sparka svona frá marki, drífur ekki við miðju. Og KB menn með enn eitt áhlaupið, vel gert hjá Hlyn þarna, vinnur boltan af Heimi, þarna eru reyndar saman í liði og ekki alveg að gera rétta hlutina. Ísak tapar boltan klaufalega hérna vinstra megin og brýtur á sóknarmanni KB. Sparkar svo boltan frá, nú þarf Kormáksmenn að setja toppstykkið á réttan stað. Þeir eru að tapa allt og mörgum boltum hérna fyrir miðjum sínum eigin vallarhelmingi. Það er til lítils að standa vaktina almennilega í vörninni eða tapa svo boltanum alltaf um leið og þeir fara út. KB eiga aukaspyrnu hægra megin og það er vinstri bakvörður sem tekur hana. Svingar inn, þetta er fínasti svipbolti en hann er of langur líklega og fer aftur fyrir á endalínu Kormáks. Og útspark hjá Kormáki. Nú tel ég ætli að sé ekki komin hátt í 10 útspörk sem að Hörður hefur tekið í leiknum. Og hérna kemur enn eitt í safnið. Kom svo Hörður yfir miðið með þetta. Nei. Jú, þetta er fínasti bolti, loksins á Samherja og Heiðar flikkar hann inn fyrir, hér er Ísak kominn, einn inn fyrir, þeir hlaupa á eftir honum og hvað gerist? Þeir ná að vinna honum boltan inn í vítateig og það er horn líklega, nei, það er dæma útspark, þarna vildi Ísak fá okkar meira fyrir sinn snúð en fékk ekki og útspark á marki KB, það er stutt væntanlega. Hann öskraði Hlynur á boltan en Hámundur hlustaði ekki á hann og tók hann niður og brotið á Reimar á miðjum vellinum svo hann næri ekki valda boltanum. Vel dæmt þarna hjá dómaranum, leiði leiknum að halda aðeins áfram svo þegar hann sá að Kormákur var ekki að græða nokkuð skapað hlut á þessu þá dæmdi hann aukaspyrnu. 8 mínútur liðnar af seinni hálfleik. KB menn búnir að vera með yfirhöndina það sem af en ekki það mikla yfirhönd að það sé einhverjir yfirburðir. Hlynur Rikk væri núna að taka aukaspyrnu, nú vil ég fá svo almennilega bolta frá Hlyn og hann er flatur þessi en fer hann á teginn, KB menn ná að hreinsa í innkast. Hann þarf aðeins að ná honum upp, Hlynur betur. Það er hálf lint hjá honum þessa stundina. Kormáksmenn taka sér nægan tíma í þetta innkast. Það er Hlynur. Hlynur sem ætlar að taka, það er einhver reikistefna, ég veit ekki alveg hvað dómarinn er að spá, hann er með allskins handabendingar. Hann er svolítið að reka Arnar Inga sem er varamaður og er að hita upp, hann er í búning alveg eins og þeim sem Kormákur spilar í, að vera í einhverju vesti eða eitthvað slíkt. Og Hlynur er núna komin upp að endamörkum, nær boltanum ekki fyrir, þarna var góður varnarleikur hjá KB. Og útspark frá marki KB. Nú þetta er ekki eini leikurinn í riðli D sem er í gangi í kvöld. Það er einnig í gangi akkurat núna Elliði að taka móti Hvíta Riddaranum sem á að vera eitt af betri liðunum. Elliði að sjálfsögðu spiliðum við síðustu helgi og töpuðum þar 1-0. Staðan þar er Elliði 0, Hvíti Riddarinn 2. Hér er ennþá staðan markalaus í Breiðholtinu. 0-0 KB Kormákur, en hérna er Kormáksmenn í sókn, hérna er boltinn komin inn fyrir, Heiðar er komin í færi og hann skýtur og það er mark. Heiðar Örn Rúnarsson er búinn að skora eftir góðan undirbúningi frá Ingvar Rafn. Þetta er glæsilegt, þarna bætti hann fyrir mistökin sem hann gerði í fyrri hálfleik. KB 0, Kormákur 1, glæsilega gert hjá Heiðari. Hann var komin að einn á móti markvarninum og plaffaði bara fram hjá honum, hann náði ekki að koma klónum í hann.
Glæsilegt mark og enginn fagnar meira en Mihailo Bibercic, en það ekki maður 0-0 jafnteflana. Hann vill að núna halda áfram, hann undirbúin sína fyrstu skiptingu. Björgvin Karl að gera sig klárun að koma inn á, þá væntanlega þétta miðjusvæðið. Þetta mark kemur á besta tíma. Vel gert hjá Kormáki, virkilega ánægð með þetta. Hér bætir í vind. Hann í bakið á KB-mönnum, þannig að nú þurfa Kormáksmenn að standa vaktina. KB koma strax fram í sókn, koma upp vinstra megin, leika hérna á 1 og 2 og græða horn. Það horn sem KB á, þeim liggur núna á, þeir eru að spila á heimavelli og vilja ekki tapa neinum stigum þar. Frekar en svo sem útivelli. Og hér eitthvað reikistefna, það innkast eða eitthvað. Dómarinn að passa allt farið fram lögum og reglum samkvæmt. Og útsparkun Kormákur á, hann var virkilega vel gert hjá Hlyn, hann náði að setja pressu í bakið á sóknarmanninum og af sóknarmanninum og aftur fyrir fótboltinn. Þannig að það útspark frá Hödda. Og Hörður Gylfason með enn eitt útsparkið, nú að sjá hvort hann ná ekki aðeins að beita hann betur. Jú, þetta flott, alveg inn á miðjusvæði. Yngvi búinn að draga sig aðeins aftur á völlin og nær hann að skalla boltan, en KB ná fljótlega tökum á honum og koma enn og aftur upp vinstra megin. Það eldfljótur kantmaður sem hefur verið að stríða okkur í leiknum, en Bibbi Gauks gerir vel, nær næstum hjá hann boltanum, en nær að koma honum yfir á Hödda og Hörður með hótar löngum, en það tekst ekki og gloprar boltanum frá sér. KB með ná völdum á boltanum á miðjum vallarhelmingi Kormáks og hér kemur sending upp í hornið. Þarna mislegs Hlynur Rikk boltan skelfilega og enn næra bjarga honum í horn. Þarna var hægri bakvörður KB nærði búinn að komast alla leið. Hlynur hljóp kolvittlust á hann en náði að bjarga því sem bjarga þurfti og horn sem KB á. Horn frá KB. Hér vilja menn frá skiptingu, Björgvin Karl hefur eitthvað aðeins slaka á, en KB-menn eru tilbúinir með fyrstu skiptingu leiksins. En hún á sér ekki stað núna, hérna kemur hornið, góður boltinn í teig og boltinn lausinn í teig og Hámundur nær að hreinsa boltan frá, en stutt, næsti KB-maður með boltan, þarna vel gert Hámund aftur nær að koma fyrir boltan og enn og aftur, þetta mikill darraðardans, KB-menn tapa boltanum, vel gert þarna hjá Hlyn Rikk, hann nær að tækla sig áfram og innkastið á Kormákur, nei. Það KB sem fá innkastið og þeir senda hratt, boltinn komin upp á endalinu Kormáks og nær að leika á Heimi þannig en Heimi nær að gera vel og leika boltanum og Yngvi kiksar hann í burtu að þungsóknarmarki Kormáks. Yngvi senda hann í innkast, þetta svona 10 metra frá vítateigslínu Kormáks. KB-menn gera skiptingu, út af fer einn þeirra leikmann og annar inn á eins og lög og reglur gera ráð fyrir. Ekki veit ég hverja það eru. Jú, leikmann númer 11 kemur inn á fyrir leikmann númer 9. Við erum ekkert að fara yfir hverju það eru, þekkjum þá ekki neitt. Fimmtán mínútur liðnar af seinni hálfleik og KB eru í þungri sókn að marki Kormáks. Þeir þurfa að bíða meðan línuvörðurinn kemur svo aftur í stöðu eftir þessa skiptingu. Og þeir senda hann tilbaka á hafsendin. Þeir setja hann alveg aftur, Heiðar gerir hljúfa pressu að þeim. Nú koma þeir hérna upp vinstra megin og senda boltan inn í, en Hörður vel að verðina hreinsar á Heiðar.
Heiðar er einn en engin má í marknum. Jú, Ingvi Rapp má í marknum, sendir hann á Ísak og Ísak sendir hann upp í hornið og Ingvi, þetta er glæsileg sending. Nú þarf hann bara að taka bakvörðinn á, hann er með sprengikraftinn, leikur á hann. Nú þarf að losa boltan, sendir boltan inn í og Heiðar er inn í og boltinn er aðeins svo langur og búið var að flauta rangstöðu þannig að ekkert var á þessu. Hörður kallar sína menn heim, vill fá menn í stöður en boltanum var spyrnt á ferð þannig að endurtaka þarf rangstöðu spyrnuna. KB menn fikra sig upp að miðinni núna og leika honum aftur á hafsenda eins og þeir hafa gert allan leikinn, en núna dugar það lítið, þeir eru undir. Kormáksmenn eru búin að skora 1 mark, þannig nú þurfa KB menn væntanlega fikra sig aðeins framar til að ná þessu jöfnumarki og þeir koma inn upp hægra megin og Kormákur gerir góða hríð að þeim og þeir senda boltan út af. Ég er ekki viss að þessi bolti hafi verið út af, en innkastið Kormákur fær. Þetta var flott dobling hjá okkur á vinstri kantinum. Hlynur Rikk tekur innkastið, sendir hann ekki yfir Einsul í fyrsta mann, en þarna er dæmt hendi á varamannin sem nýkomin inn á, hann spilar á hægri kantinum og Hlynur Rikk ætlar að taka þessa spyrnu. Hann gerir sig kláran. Hlynur Rikk býður eftir merki dómarans. Hér kemur spyrnan, þetta er ágætur bolti en ekki yfir fyrsta mann svo ofta áður í leiknum. Nú koma þeir hraðir upp hægra megin, þeir þurfa að skipuleggja sig. Boltinn kemur inn í og vel gert hjá Heimi, hann snæra að setja kollinn hann í hann og vel gert aftur hjá Hámundi. Hann er sannarlega betur en enginn þarna fyrir framan vörnina, en þeir tapa boltanum, Kormáksmenn, og KB sendir hann aftur fyrir Hlyn, þannig að nú er hætta, en Heimir vel á verði nær að spyrna boltanum, en nú er darradans í vörninni. Reimar sendir í baki á Hámundi en boltinn berst yfir til Hlyns vinstri kantinum og Hlynur með stungusendingu, en enginn var að lesa þetta, þannig að KB menn taka boltan bara í afturstu vílinni á sér. Aftur boltinn fyrir, Hörður sparkar í burtu. Já, boltinn fyrir út af. Ísak náði ekki að hemja boltan þarna, sýnist hann vera orðinn þreyttur Ísak. Innkast alveg upp að endalínu, Heimir nær að komast fyrir boltan en þeir eru áfram með hann alveg upp við endalínu og eru vel gert hjá Hlyn, hann nær að stoppa nýja varamannin. KB heldur áfram sóksinni, Hlyn er núna með boltan í vörninni meðan á hægri löppinni, það er ekki góð löpp fyrir hann og þeir ná ekki að hreinsa frá Kormáksmenn, þetta gengur ekki til lengdar svona. Þeir eru konir fyrir miðina, þetta er skotfæri fyrir KB, vel gert hjá Hámundi, hann stígur fyrir þetta, nú þarf Ísak að dobla, vel gert hjá Ísaki, þeir eru í almennilega tæklingu, þetta er mjög líklega gullspjald sem er að fara loft hérna, en þetta var hressileg tækling hjá Ísak og réttilega er hann komið með gullaspjaldið á loft. Ég held að Ísak ætti nú bara að fara að víka velli fljótlega, hann er á síðustu dropunum. Fær hérna gullspjald frá dómaralegsins. Þetta var fínt hjá Ísak, það var að gera að setja smá pressu á boltan. Leikmenn KB er ekki sáttir, hefðu viljað sjá annan lit á þessu spjaldi. Það var svona appelsínu gult kannski, veit það ekki, við náum þessa mynd, þannig við getum skoðað þetta eftir leik. KB með aukaspyrnuna. Tilbúnir í slaginn. Það er vinstri bakvörðurinn sem ætlar að taka þessu aukaspyrnu. Nú er að vera vel á verði, það er margir lausir menn inn í teig. Nú þar má ekkert út að bera og hann skýtur, það fer í gumpin á Heiðari sem tekur svo straugið og ætlar að reyna að ná frákastinu. Hér kemur bolti inn fyrir, þetta er mjög líklega rangstaða. Jú, það er rétt. Rangstaða á KB og hér kemur skipting á Kormáki, það er Kalli sem ætlar að koma inn á og út af ætlar að fara Ísak. Þetta er góð skipting hjá Beaversits. Ísak búinn að eiga ágætisleik, búinn að hlaupa mikið og átti þarna góða og hressilega tæklingu undir lokin og rífur kjaft við mannin sem hann tæklaði áðan. Spurning hvort það verið slagur eftir sturtu. Þeir rífast hér í hvorum öðrum. Sjöurnar, Ísak og maðurinn í hinu liðinu. Nú það bara að senda Ísakinn í klefa, kannski með fylgd ef þarf. En Kalli er semst komin inn á, mér sýnist hann eiga að spila í fremstu víglinu og Heiðar víkur út á
vinstri kantinn þar sem Ísak var að spila áður. Hérna kemur við útsparki frá Hödda og KB menn vinna boltan, en Hörður í öftustu víglinu nær að stoppa þetta fyrir Reima með boltan og nær að losa hann, en það er enn og aftur KB menn sem að taka við honum pent og senda hann út hægra megin. Hérna varamaðurinn þeirra kominn, hann leitar inn á miðjuna og sendir hann inn á býðum við. Hér er skotfæri fyrir KB, það er enginn sem er að mæta þessu, en glæsilega var hjá Símoni. Þarna var eitthvað flumbrugangur á vörninni, það var enginn að mæta skotmanninum, en hann gerði bara það sem hann gerði átti og skaut á markið, en Símon náði að verja nánast alveg eins og í fyrri hálfleik. Glæsileg markvarsla. Hann er búinn að eiga tvær mjög góðar vörslur í leiknum. Eina í fyrri hálfleik og eina nánast alveg eins núna. Hérna kemur hornið, þetta er hættulegt horn og hann siglir alla leiðina yfir pakkan, líklegast á KB innkast ef hann fer út hérna hinum megin, en þeir halda honum inn á, senda fyrir markið aftur og vel gert hjá Heimi. Hann lagði þess allan í þetta og náði hreinsa boltan frá og Hlynur sparka boltanum hátt í loft upp. Þetta KB ná boltanum enn eina ferðina. Langt til maður séð andstæðingarna ná svona mörgum sendingum frá mótherjanum. En spili á Kormáksmönnum hefur kannski ekki verið upp á marga fiska í leiknum. Þetta er búið mikið að hreinsunum og Reimar kemur hérna með klofbragð og tekur manninn á lofti. Þetta er sennilega gullspjald, þetta var nú óvilja verk, við þekkjum Reimar af góðu einu og betri en þetta, en réttilega gullspjald frá dómarleiksins og aukaspyrna cirka 10-15 metra frá vítateigslínu Kormáks. Má hiti að færast í þetta með lækkandi hitastigi. Það er bara ágætt. Við sjáum ekki fleiri breytingar svona í aðsíði hjá Kormáksmönnum. Bekkurinn er hljóðlátur núna. KB 0, Kormákur 1. Og það eru 22 mínútur cirka liðnar af seinni hálfleik. Seinni hálfleikur er að fara hálfna. Þegar KB á aukaspyrnu 10-15 metra fyrir utan vítateigslínuna. Og hér kemur spyrnan. Þjappa vegginn, hann lyfti boltanum upp fyrir og boltinn fyrir aftur fyrir. Þetta hefði getið verið hættulegt, en hann var ekki alveg við þessu búinn sóknum af KB. Við fögnum því. Og tvöföld skipting hjá KB. Þreytan farin að segja til sín hjá einhverjum. Vinstri bakvörðurinn búinn að eiga fínan leik hjá þeim. Hann fer út af. Og ungir leikmenn koma inn á, sjálfsagt annars flokks leikmenn. Og smá reynslu í kroppinn. Hér er útspark frá marki Kormáks, það er sem fyrr Hörður sem ætlar að taka þetta. Skiptingarnar eru hérna komnar og áfram getur leikurinn haldið. Nú markið sem Heiðar skoraði áðan er hans 4. í Kormáks búningnum á ferlinum og það færir hann upp fyrir Óskar Snæ og Björgvin Karl á all-time markaskoraralistanum. Hann er núna í 5. sæti og menn eru fættir að æsa sig allverulega. Hvað er þetta fucking gera, öskrar einn KB leikmaðurinn, gríðarlega ósáttur. Nú þarf dómarinn að koma still til friðar. Menn þeir eru bara aðeins að slaka á. Þetta er bara aukaspyrna og málið dautt. Það þýðir ekkert að hvæsa á dómarinn. Nú held ég að fara styttist bara í spjaldi á KB-mannin, hann er alveg að tapa gleðinni. Hámundur fær annað gulaspjaldið sitt og þar með rautt. Með mikla hvatningu frá KB-manninum. Ef það var eitthvað réttlætt í þessu þá held ég að rætta spjaldan. Jú, hann gerir það og Hámundur er ekki sáttur við hann. Bölvað fíblaskapur í leikmanni nr. 5, hann á að geta ræst svona mikið, hann á bara að leyfa dómaranum að dæma hann leik. En réttilega sennilega er Hámundur komið með sitt annað gulaspjald í leiknum. Við höfum svo sem séð þessa músík áður. Hann fer hérna til búningsklefa, hnípinn á svip, nú bara vona að Kormáksmenn ná að landa þessu. Langt frá því að vera sáttur Hámundur. Ef við sjáum þetta sjálfsagt á replay eftir leikinn. Nú þurfa Kormáksmenn að þétta ræðurnar. Þetta er annar leikurinn í röð sem að okkar lið er að fá rautt spjald. Hér kemur aukaspyrnan, hún er stutt inn á miðjuna. Það er tuðarinn frá því áðan sem að tók misjafna skota marki. Það tók alla karma. Snöggt innkast. KB-menn kom upp vinstra megin, vel gert Heiðar nær að hreinsa frá.
Nú það bara þétta ræðirnar, vel gert aftur Heiðar, hann að komast fyrir og þarna bara sólin á undan þessi leikmann 5, þannig aðeins var hugsun í gang. Greinilega dýrvitlaus. KB-menn halda áfram sókninni, hann var eitthvað aðeins að kæla þennan gaur hérna. Boltinn inn á miðina. KB leita að opnunarfærunum. Kom upp hægra megin, eins og svo ofta áður leiknum. Nú vantar að Hlynur mæti þessum manni, en Heiðar kemst fyrir hann. Og fínt hjá Heiðari, hann vinnur á hann á boltan og í innkast fer spinnan. Innkast sem KB á upp við endateigslínuna, boltinn inn í teig og vel gert þarna. Þeir ná að hreinsa þetta frá, en ekki fer hann langt og þarna dæmi dómarinn aukaspyrnu á KB. Hörður og Hlynur Rikk debatera hvað á að taka aukaspyrnuna, á endanum það Hörður sem tekur hann, enda hann fyrirlið. Hann á þetta lið eins og hann orðaði þetta eins og sjálfur. Boltinn langt fram, Kalli gerir aðsúga boltanum og Yngvi reynir að ná honum, leikmann nr. 5 hjá KB, ennþá að pönkast í okkar mönnum. KB koma hérna núna upp hægra megin. Hann hleypur á Hlyn, vel gert hjá Hlyni, hann nær að hreinsa boltan frá og Kalli nær boltanum á miðvöllum, maður munaði minnst að kæmist fram hjá þeirra varnarmanni, en þess í stað þá kemur boltinn upp hægra megin. Hér engin rangstaða, segir dómarinn, boltinn inn í teig, maður fellur við og þrusa langt yfir. Hörður hvæsir á línuvörðinn. Ég held að hann eigi nú bara að láta hann í frið, þetta var bara vel dæmt hjá línuvörðinum. Við eigum útspark, Hörður hefur ekki sagt sitt síðasta orð. Nú hann fara að einbeita sér að sínum skildum sem verður að taka útspark. Dómarinn nennir ekki að hlusta á þetta lengur, segir herði að gera þessi í brók og taka bara útsparkið. Hér kemur það inn á miðina, það sem fyrir ekki nokkur skapaður maður frá Kormáki. En hér koma leikmann Kormáks, Yngvi Rafn upp hægri kantinn, þeir hlaupa á eftir honum og Yngvi Rafn að koma fram í fyrsta manni, þeir halda hann og í hann. Þetta aðeins farið að hlaupast upp í einhverja vitleysu hérna. Kormákar á aukaspyrnu hægra megin. Og það sem fyrir Hlynur Rikk sem ætlar að taka aukaspyrnuna. Hér kemur aukaspyrnan, Hlynur með boltan, þetta fín aukaspyrna að markinu og markmaðurinn nær að slæma hann aftur fyrir. Þessi hugsanlega geta endað í markhorninu, en markmaður KB náði að setja klærnar í hann og aftur fyrir fór hann. Þetta kemur hornið og hann klipptur inn í teig og KB-menn á að bæja hættinu frá, en Heiðar vinnur boltan hérna hægra megin. Vel gert hjá Heiðari, vel gert hjá Heiðar, hann er komin inn fyrir, en Hlynur las þetta ekki alveg nógu vel. Heiðar er búinn að eiga fína seinni hálfleik fyrir utan markið sitt og hann er búinn að standa sig bara virkilega fínt. KB-menn koma núna upp vinstra megin. Leitin á miðina. Og góð skipting yfir, Heiðar er alveg úr stöðu og kallar rangstöðu í staðinn fyrir að elta manninn sinn og nú kemur boltinn í teginn, Höddi skallar frá, virkilega vel gert og Yngvi einn og auðum sjó, hérna komaður á eftir honum, þarna hefði nú stemt í einhverja keppnistæklingu en Heiðar fær boltan aftur, vel gert, sendist upp á Yngva og fær hann tilbaka á vinstri kantinn, Heiðar leikinn mjög, kemur tilbaka aftur á Yngva og Yngvi fiskar innkast, þetta er fínt, tíminn vinnur með okkur. Áfram svona, nú er tæpur hálftími liðin af seinni hálfleik sem að samkvæmt reiknum kúnstum knattspyrnunnar gerir korter eftir að leiknum. Mihály Bíversits laumar góðum ráðum í eyru Hlyns Rikk sem tekur innkastið og Yngvi snýr skemmtilega á þeirra kantmann og kemst upp fyrir hann og hann er komin í gegn. Það munar einu manni, hann leitar inn á miðan völlinn og hann að skjóti nú, hann sendir inn, þarna hefði hann bara að glöða á markið, þannig var Kalli fyrir innan sennilega rangstæður en hann er ekki nógu eigingjart þarna en Yngvi, hann hefði bara átt að þrusa á markið. Hver veit hvað hefði gerst þá, Kalli tilbúinn í frákastið en KB-menn koma þessi stað upp miðjuna og þeir ná að tefja hann, Kalli nær að tefja hann aðeins og hérna kemur skiptingi þessi maður, rangstæður, dómarinn, línuvörðurinn ekki með á nótunum, hann komur einn í gegn og virkilega vel gert hjá varnarmanni Kormáks, þetta var Atli sem vann vel tilbaka, þarna held ég hann hafi verið rangstæður. Þeir hrista hausinn hérna í fjölmiðlastúkunni, ég held samt að ég hafi rétt fyrir mér, ég er vanur því en sjáum hvað það er allavega horn
Honum bara verði ekkert úr því. Þeir eru sjálfsagt í betri stöðu hérna, kollegar mínir. En hvað sem því líður þá er hornið að koma hérna. Fínasti bolti, láta vindinn vinna með sér, en þessi aðeins og langa býtu, þannig er inn í, nei, vel gert, Kormákur nær að hreinsa út og boltinn berst alla leiðina á miðjuna, þar er Yngvi, hann er með 3 í sér, en hann nær ekki að komast fram hjá aftasta varnarmanninum, það var vel á verði, en Kormákur heldur áfram, það er Bibbi Gauks, nei, hann missar þessu boltan og þetta er eins og ping-pong spil núna, sendingin kemur inn fyrir og Símon nær að lokum boltanum. Nú þurfum menn bara aðeins að slaka á. Telli upp á 10 og innbyrða þessum sigri. Símon sparkar langt fram, þar er engin Kormáksmaður, KB-menn gera það sama, sparkar bara veintum við loftið og nú berst boltinn, já, býttu nú við, hann er hérna á miðjunni, Reimar er aleinn á miðjunni, hvað gerir Reimar? Hann að taka boltinn niður í staðinn fyrir það og reynir hann að taka hann í fyrsta, beint á KB-mann og þeir koma hérna í blúsandi sókn og með sendingu upp í vinstra hornið, þar er engin, Heimir vinnur á sprettinum innan gæðsleppa, hann fór nú ekki hratt yfir þarna. Man kom KB-maður alveg á hvínandi ferð og Heimir heppinn, hann hafði nokkra metra á hann. Innkastið tekið strax, þeir komið upp hægra megin enn og aftur. Það vantar hérna vinstri bakvörðin. Hlynur er ekki búinn að draga sig allt og innarlega. Hérna kemur sendingi fyrir og hvað gerist? Þeir ná að skalla frá og Heiðar sparka boltanum frá. Nú þarf að halda smá breytt. Hlynur er farin að leita allt of mikið inn á við og enn koma KB-menn. Reimar nær að stoppa boltan og vel gert þarna hjá Hlynrik og Hörður hreinsa frá. Þetta verður sennilega svona næstu 10 mínútur svo nauðvörn hjá Kormáki og bara vona að KB-menn ná ekki að þenja netmörskuna. En þeir koma enn og aftur í sókn, núna upp hægra megin, svo oft áður í leiknum. Og overlap og þeir verða að passa þetta. Hlynur er allt og innarlega eina ferðin enn og hérna kemur boltinn. Hlynur nær að stoppa, virkilega vel gert hjá Hlyn. Hann er eitilharður og kemur hérna með stungu. Yngvi á að hirða þennan, hann kemur á siglingunni virkilega vel gert hjá Yngva, þarna var hann ekki alveg nógu vel á verði, varnarmaður KB og hann, boltinn fer alla leið aftur á markmanninn. Þetta var fín tilraun, Hlynur með stunguna á Yngva en þeir voru vel á verði KB. Og nú koma þeir í enn eina sóknina. Við erum ekki að mæla tölfræðina hver er búin að vera meira með boltan en það er alveg pottþétt KB-menn sem eru það. Hérna kemur sending inn fyrir og þeir eru konir einir inn fyrir, Hlynur nær að elta hann og vel gert hjá Hlyn eina ferðina en hann nær að stoppa hann. En þeir eru ennþá í sókn, koma hérna inn að miðju. Heimir er að dekka hann, stingur frá og misjöfni sending inn fyrir. KB-menn með að naga sig í handaböggin ef þeir ná ekki að setja markið inn að leik. Þeir eru búin að eiga álitlega sóknir, það er vantað þessan enda produkt hjá þeim. Og Mikael og Víbjörn sendir varamenn sína út að hita upp. En það eru ábyggilega fáir inn á vellinum í Kormáksliðinu sem vilja fara út af. Þetta eru baneitraðar mínútur sem eru eftir. KB með koma upp miðjuna. Og koma upp hægra megin, eina ferðin enn. Og þar triksar hann og þeir éta hann bara, þetta er vel gert hjá Kormáksmönnum og Hlynur er búinn að fá aukafundin, vel dæmt hjá dómaranum, hann dæmir bara leik áfram en Hlynur nær ekki að skila frá sér boltanum, þetta var slakt, nú þarf Hlynur að skila sér, komdu aftur í vörnina Hlynur og boltin kemur upp hægra megin og í rassinn á Heimi, þetta var ágætt og Heiðar skilur hann tilbaka á Heimi, nú þarf Heimi bara að hreinsa frá og boltin í innkast. Hörður öskar að sína menn áfram, já eins og Heimir og Hlynur veit ekki alveg hvor er bakurinn og hvor er hafsendakur núna, þeir þurfa að tala þessu saman til að landa þessum sigri. Boltinn fyrir alveg yfir vinstra megin. KB búinn að vinna boltan svona 8-10% núna síðustu 10 mínúturnar. Og hér kemur sendingin inn fyrir og enn einn sendingin sem ratar beint á markmann Kormáks og Símon gerir bara vel og lætur boltan vinna aðeins fyrir sig. Tælir sóknarmenn KB fram á völlinn. Sjáum hvað verður úr þessu. Upp hægra megin og hér er Yngvi með boltan, hann fer vel með boltan, sendir hann inn á Kalla og Kalli með einhverja misheppnaða tilraun til einhvers, það er ekki alveg víst hvað hann ætla að gera þarna, KB koma þá upp miðjuna, geysast hérna fram. Þú þurfa Kormáksmenn að standa vörnina vel.
Þeir koma hérna upp vinstra megin núna, þeir eru að leita stungusendingunni einaferðin en boltinn kemur yfir á vinstri kantinn og í fyrsta fyrir og Símon grípur boltann. Þetta var ekki ólíkt því sem við sáum í síðasta leik Kormáks í fyrra þegar kom sending utan á kantinn, Símon missti hann yfir sig en þarna var ekkert slíkt á ferðinni og hann gómaði boltann örugglega og gerir sér nú líklegan til að spyrna frá marki og hér kemur það og það fer á samherja. Þarna brot á KB-menn en hann lætur leikinn halda áfram og Kormáksmenn þömpa boltanum fram eins og svo ofta áður og KB-menn koma þá úr öftustu víglínu og Stunga Hörður vel að verði nær að tefja sóknarmennina og hérna bolti inn fyrir, nú verður Símon að standa sig vel en það framhjá. Þetta með ólíkindum, hann náði ekki að skora þarna, þeir eru eitthvað að kvappa vítaspyrnu en ég held að það sé alveg út úr korti. Hann náði þarna fríu skoti og féll svo við, þannig þetta bara útspark sem Kormákur á. Þetta var aldrei víti, nú skipting, þannig að Kormáksmenn þurfa aðeins að sitja á strák sínum með útsparkið. Og þá hefur skiptingin átt sér stað og þá getur Kormáksmenn tekið þetta útspark. Og það sem fyrir Hörður Gylfason fyrirliði sem ætlar að taka þetta útspark. Sjóað mjög í þessu, 37 mínútur á klukkunni, lítið eftir, KB 0, Kormákur 1, nú það bara að segla þessu heim. Og enn og aftur tapa Kormáksmenn boltanum á miðinni og ný innkomin varamaður vinnur boltan. Þarna held ég að Kormáksmenn væru að fara að komast í sókn. Nú þarf miðjan að mæta. KB-menn eru að gera góða hluti á þennu miðinni. Vel gert hjá Atla, hann vinnur boltan. Þetta er alveg glórulaus dómur. Hann dæmir aukaspyrnu á Atla sem var búinn að vinna boltan. Ég held að hann væri að fara að dæma á KB-manninn, en það var ekki. Þannig að KB fá þessu aukaspyrnu. Ég er nú alls ekki sammála þessum dómi. Nú spurning hvort að Mihailo Bíbesvits ætli að gera eina skiptingu á lokum eða hvort hann ætli að láta þetta lið sigla leiknum áfram. Hér kemur aukaspyrnan. Fín aukaspyrna beint fyrir mitt boxið og boltinn upp í loftið. Heimi, það haldið í Heimi og réttilega dæmd aukaspyrna á KB. Heimi stóð þarna vel og það var einn sóknarmann KB sem tosaði hann niður. Nú ráðfærir Mihailo sér við bekkinn. Hvað ætlar hann að gera á lokamínútunum? Jú, hann ætlar að fá sér drykk. Engar skiptingar sem bólar á allavega í bili. Hörður Gylfason tekur aukaspyrnuna. Og hérna kemur hún. Þetta fínasta spyrna á Yngva. Hann bakhrinding og vel dæmt til dómarum. Hann með opinu augu. Það var reynsluleysi hjá KB-manninum. Og það Hlynur Rík sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Hörður tekur allt sem á sér stað við vítateigslínu og aftar. Hlynur hefur séð rest. Hörður hvetur sína menn áfram. Hér kemur spyrnan frá Hlyn. Hún ágæt, svolítið lág en boltinn berst aftur á miðjuna, Reimar með þetta. Nú bara að tala saman. Hérna koma Bibbi Gauks með sendingu og þrýningaspil en það ekki að virka. Þeir hirða boltan. Nú þurfa menn að vera fljótir aftur í sínar stöður. Atli þarf að droppa í bakvörðin meðan að Bibbi Gauks að skila sér en KB-menn byggja upp enninn á sóknina, koma núna upp í gegnum miðina og hægri kantinn og hann fær bara að koma áfram. Nú þarf Heiðar að mæta þessum manni, hirða bara á hann boltan en þeir fá allt of mikinn tíma og núna enn eitt skiptið upp í hægra megin, nægur tími og fýtt boltinn í teig. Hvað gerist hér? Þarna var bakhrinding og þeir ná að bjarga, eða hvað? Já, þetta nei, KB-menn skora en það búið að dæma hvað? Það ekki búið að dæma neitt, hann dæmi mark á þetta. Þannig hefði mátt dæma bakhrinding á KB-mannin á fjárstönginni en eftir krafs og kraðak inn í vítateig þá jafna KB leikinn. Ég held að hann væri að fara að dæma aukaspyrnu en það ekki. Þannig að staðan KB 1, Kormákur 1. Nú snýst þetta meira að halda stíginu frekar heldur en að ná að sigla þessum þremur heim. Þetta blóðugt, ég held að okkar menn væri að fara að ná þessu, það 5 mínútur eftir. Þannig að nú þarf að sýna kraft og dug. Reimar tapar boltanum á miðjunni strax eftir miðjuna, KB-menn geysast fram. Boltinn kemur inn á miðjuna. Og Hlynur gerir vel í að ná boltanum og sendir svo hælspyrnu inn á Heiðar, þarna var þetta riski.
og Yngvi sendur hann inn fyrir. Þarna Kalli með mann á sér en nær sennilega ekki að stinga hann af og þarna dæmd aukaspyrna. Kalli greip aðeins til hans, þetta sennilega rétt þó hann báði öllum öngum. Nú liggur KP-mönnum á, þeir vilja ná öllum stigum á heimavelli. Kormáksmenn þurfa að pakka núna í vörn og passa sig. Boltinn kemur upp vinstra megin og Bibbi Gauks gerir vel í að koma honum út fyrir. 5 mínútur eftir. KP með innkast á vítateigslínu Kormáks vinstra megin. Þannig kemur innkastið. Boltinn alla leið aftur. Við höfum séð þetta áður frá KP-mönnum. Þeir byggja alveg aftast sem virðingavert. Alveg yfir hægra megin og vantar alla víti í Kormáksliðið. Þeir eru að þétta raðir sínar. Þeir koma upp hægra megin og prjóna sig í gegnum vörn Kormáks og rangstaða. Þetta var vel gert hjá varnarlínu Kormáks. Veiddu þá í hina sígildu rangstöðu gildru. Nú kemur Reimar út af, hann búinn að hlaupa af sér lappirnar í þessum leik. Inn á kemur Arnar Ingvar Smagg, leikmaður ársins í fyrra en hefur mátt sætta sig við bekkjarsetu þar sem af þessu leiktímabili. Hann kemur inn á treyju númer 10 sem fyrr. Og þá tekur Hlynur aukaspyrnuna. Hún búin að færast 5 metra fram og 5 metra til hliðar. Það er öllum sama á þessum tímapunkti. Lítið eftir á leiknum. Hér kemur boltinn og hann raglaðis út af. Lappirnar orðnar þungar. Þeir eru farnir að tefja öskra KP-menn. Það getur vel verið að það sé eitthvað sannleiksskort til í því. Það er löng keyrsla eftir norður. Menn orðnir þreyttir. KP-menn koma enn og aftur upp hægra megin. Mestum seinni hálfleiknum hafa þeir farið þar. Arnar sparkar boltanum út af, hans fyrsta touch í leiknum. Þannig kemur boltinn, Hlynur skalla frá og alla leið á Kalla en þeir hirða honum boltan. Kalli kannski ekki komið sterkur inn í þennan leik. Hann búinn að halda línunum svo sem ágætlega fram á við. Boltinn uppi hægra megin, maður á bak við Hlyn. Vel gert hjá Hlyn, flott tækling og þetta fer í horn. Horn sem KP-menn eiga afar lítið eftir að venjulegum leiktíma. 2,5 mínútur eða svo. KP 1, Kormákur 1. Það er snöggt horn og það er alveg maður á auðum sjó. Kormáksmenn stendar svo steinrunnar styttur og vinnur sín í tegin. Þannig að Heiðar að setja stóru tón í boltan og þeir fá annað horn. Þannig hefðu Kormáksmenn átt að vera betur vakandi. Sjáum hvað verður annað horn sem KP eiga. Og þetta er fínt horn, innsvingar og velgert að hann skallar það frá og Kalli skallar hann aftur inn í. Þetta var skrítið, þannig að það bara átt að setja til hliðar þarna. Og hérna kemur langur bolti út hægra megin, vel gert hjá Bibba Gauks og hann nær boltanum og sendir hann fram á Kalla. En þar kemur varnarmaður KP og nær að bæja hattinu frá og út af fyrir boltinn. Kormákar á núna innkasti rétt innan við eigin miðjulínu. Og Kalli með boltan en KP-menn á að vinna af honum knöttinn og eiga innkastið. Kalli fær lítið fyrir sin snúð hjá dómurunum. KP koma upp miðjuna, það er allt og mikið autt pláss hérna, koma núna upp hægra megin. Heiðar mætir manninum, verður að loka á hann, en þeir ná að prjóna sig gegn. Þetta er allt og laust hjá þeim, en vel gert hjá Heimi sem búið að standa vaktinni vel og Arnar nær að setja boltan Kalla. Kalli aftur á Arnar og kontur með hann alveg yfir. Arnar böðlast í gegn eins og við svo oft síðan gera, en ég hygg að varnarmenn KP séu aðeins og fljóti fyrir hann. Arnar komin alveg upp á endalínu hjá KP og verður að leita tilbaka og þeir ná að hreinsa boltan á honum og innkast 10 metra, 5 metra fyrir framann miðjulínu. Þannig var efnileg sókn hjá Kormáki en þeir náðu að loka vel eftir að Arnar hafði náð að böðla sig í gegnum varnarlínuna. Hlynur með boltan á miðjunni, gefur á Arnar. Arnar með sendingu til vinstri en hún er blokkuð og aftur reynir Arnar en hann er bara boksaður út. Þetta er óvenjulegt að sjá. Þarna hótar Hlynur tæklingu. Sóknarmaður KP kemst upp hægra megin.
Arnar heldur honum vel, þetta vel gert, þarna höfum við séð hann eins og í körfuboltanum svo ofta áður og þeir ná að koma boltanum í innkast. Arnar lætur ekki boksa sig út svo auðvitað. KB eiga innkast og nú venjulegum leiktíma lokið. 45 mínútur í seinni hálfleik komnar á klukkuna, afar lítið eftir. Innkasti stutt, þeir komið upp hægra megin. Yngvi gerir vel nær honum boltanum en aftur fyrir boltin í innkast. Boltin alveg tilbaka á hafsenda KB, hann kemur með hann háan inn í teig, þetta fín bolti en Kormáksmenn ná að skalla frá, vel gert hjá Bibba Gauks þarna og þarna okkar maður blokkeraði bara. Þetta svo sem brot, gult, jújú, allt í lagi, þannig að þetta var ekkert gróft. Búin að eiga fínar leikan Atli. Náði þarna hirða boltan og ætlaði að geysast með hann upp en var ekki kápan úr því klæðinu. Kormáksmenn eiga aukaspyrnu, gæti verið eitt af síðustu spörkum leiksins. Sjáum hvað gerist, Hörður að sjálfsögðu með þessu aukaspyrnu. Hérna kemur hún. Háinn á miðjuna, en þar ekki kjaftur frekar en venjulega. KB að skalla, en Heimir gerir vel með að skalla tilbaka. Þetta eins og skallatennis núna og boltinn kemur hægra megin, enn eina ferðin hjá KB. Og boltinn inn í teig, þetta góður bolti, þeir ná að skalla tilbaka og hérna skot og það í stöngina. KB menn eiga skot í stöngina, þarna fengur alltaf mikinn tíma og þeir koma aftur með hann inn í og þarna Bibbi Gauks enn eina ferðin að skallar hann og Arnar næra boksan, vel gert, hann næra að nota líkamann og fellur svo með tilþrifum eins og Dietmar Hamann, svo fallandi tré, hann var lengi niður, þetta var klárlega brot og situr eftir eins og krossfiskur eins og sáum Hötta gegn Skallagrimi í fyrra og Kormákur eiga aukaspyrnuna. Nú líklega ekki mikið eftir annað en þetta spark, dómari kom með flautun upp í sig. Örlítið eftir. Þeir eru eitthvað meira heldur en Míhail Bibbi sem hélt að væri eftir. Við höldum áfram í nokkrar mínútur enn allavega. Hérna Heiðar með boltan og þrýningaspil, glæsilegt hérna Kalli og hann nær að snúa á hann, sendir á bak við varnarmanninn og Yngvi komin einn í gegn en hann nær að renna sér fyrir hann, þannig hefði Yngvi geta stólið stigunum þremur ef svo má segja. Kormáksmenn voru náttúrulega yfir lengi vel en þarna náðu þeir að prjóna sig í eitt lokaskipti í gegnum vörnina, munaði minnstu að þeir næði að gera eitthvað úr þessu. En við sjáum hvað verður úr þessu horni. Mihailo Bíbersits biður varnarmenn Kormáks að hafa sig hæga, ekki fara á framalega. Það snýst að verja stíð frekar heldur að ná þremur þó að Kormáksmenn eigi horn núna. Það Heiðar sem kemur með hornið og sendi boltan inn í teig. Þarna ekki nokkur kjaftur. Þarna voru aðeins 3 leikmenn Kormáks inn í teignum og enginn af þeim var nálægt boltanum. Og hér kemur sending inn fyrir. Þetta ekki rangstaða. Það var einn leikmaður KB var rangstaður en það var ekki þessi. Og Símon nær boltanum sendur hann strax á Bibba. Bibbi á Hötta og Hötti hreinsa bara fram, þetta rétt hjá honum og Kalli þar einn á móti mörgum og græðir aukaspyrnu. Þetta var fagmannlega gert hjá Kalla, þetta var ekki mikil snerting en það þarf ekki mikla snertingu þessari stöðu. Kormákur eiga aukaspyrnu á miðunni, þeir ekkert að hlýta sér að taka hana, það fáir fyrir saman boltan. Hérna kemur sendingin inn í teig og hann dæmir aukaspyrnu á Kalla, hann fór á bakið á manninum og Kalli verður núna að skila sér. KB-menn koma hérna upp hægra megin. 4 mínútur komna fram í venjulega leiktíma samkvæmt okkar klukku og hér kemur sendingin inn fyrir og Símon næra klófesta boltan og hendir sér í gólfið. Þetta vel gert hjá Símoni, éta upp nokkra sekúndur. Það það sem þarf og KB-menn eru með stæla og eru að telja fyrir markmannin. Þeir viti ekki að klukkan byrjar ekki að telja fyrir markmannin búinn að ná jafnvægi. Það eru óþarfa stælar en þeim liggur svo sem á. Koma hérna núna upp miðjuna og sending inn fyrir, Höttin að hreinsa frá. En þeir koma aftur. Koma upp miðjuna, núna beygja inn á hægri. Þú þarf Heiðar að mæta manninum. KB-menn með boltan fyrir saman vítateig Kormáks, nú þarf að mæta þessu manni, vel gert hjá Hlynir Rikk, hann réttum maður réttum stað eins og svo oft áður og kemur hérna í lauflétt klafs. Og boltinn kemur út hægra megin, þetta sennilega eina síðustu sóknum leiksins, boltinn kemur inn í teig og hvað? Rétt framhjá. Þarna voru Kormáksmenn eiginlega ljónheppnir. Hann náði að taka niður, boltinn fór í eitt af fáum skiptin sem að Kormáksmenn náði ekki að koma hann frá, lullaði hann út í teiginn og
Leikmaður KB fekk frítt skot á boltan, hann sennilega réttfættur með hvað þetta skot var lélegt með vinstri. Nú kemur skipting, nú að éta upp tíma. Markús Gunnar Leifs kemur inn á staðinn fyrir Hlynrik sem búið standa sig vel. Hann á að taka vinstri bakvörðinn í þessum loka mínúndum. En það nú örugglega ekki mikið eftir. 5 mínútur komna fram með önna leiktíma samkvæmt okkar klukku. Staðan KB 1, Kormákur 1. Eftir að Kormákur hafi komist yfir. Hörður með útsparkið. Sennilega sitt 20. í leiknum. Dómarinn að blása til leiks. KB vinnur boltan enn eina ferðin á miðjunni. Þetta nú eins og biluð plata en þeir náðu alltaf og Kormáksmenn spilna boltanum hátt og langt framhjá. Nú liggur KB mönnum á. Við horfum aðeins á dómarna, bíðum og sjáum hvernig hann stingur flautinu upp í sig og blæs til leiksloka. Nú kemur boltinn hátt inn í teig. Nei, hann kemur ekki hátt, þetta of flatt hjá þeim. En þeir taka niður fyrir fram á vítateig. Nú þarf að mæta þessum mönnum, það alveg eyða vinstra megin. Nú færi hjá KB. Hvað gera þeir? Hann leikur upp á endamörkum, en virkilega vel gert. Nær að stoppa, nei, boltinn framhjá. Þetta mátti litlu muna. Þeir náðu að klóra sig framhjá vinstra megin og enn eina ferðina hot. Mihailo Bibersic vill að flauta sér til leiksloka, baðar öllum sínum öngum. Dómarinn klár og hér kemur hotnið og það gott hotn og boltinn fer alveg yfir hægra megin. Hvað gera þeir? Nú þarf að mæta þessum mönnum, þeir eru margir hérna og vel gert hjá Símoni, hann nær boltanum virkilega vel gert og í því sömu stundu flautar dómarinn til leiksloka. Við Kormáksmenn megum vera sáttir við sterkt útivallastig, hefðu viljað 3 þar sem við vorum nú yfir lengi vel. En lokastaðan á leiknisvelli KB 1, Kormákur 1 og ég hygg að við ljúkum útsendingu með þessu. Þetta að vissu leyti 2 töpustig en engu að síður sterkt útivallastig og við þökkum þeim sem á hlýddu. Meira kemur inn á vefinn rétt á eftir.